Það stundum sagt að umræða hagsmunaárekstra sé öðruvísi í þessu landi okkar heldur en víða í kringum okkur. Það eru tengsl, það fámennisvandi, nálægðarvandi, en það líka einhvers konar viðhorf sem að manni sýnist að sé sumpart á skjön við það sem að tíðkast í nágrannaþjóðum sem við berum okkur sama við. Eitt nýlegt dæmi frétt sem Heimildin flutti síðastliðinn föstudag af því sem að virkar í augum og eyrum leikmann sem augljós hagsmunaárekstur. Það svona helst einhverjir stjórnsýslufræðingar og svona róttækir menn sem að hafa fjallað þetta í fjölmiðlum, skrifa greinar. Einar Steingrímsson skrifaði í gær grein undir fyrirsögninni Seðlabankastjóri rannsakar sjálfan sig. Og þetta jú málið sem við ætlum að ræða aðeins í dag. Það staða Ásgeirs Jónssonar seðlabankastjóra sem verður skotin í manneskju sem stýrir fjárfestingarsjóði og fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með starfsemi slíkra sjóða eins og Einar bendir á meðal annars til að minnka líkur á markaðsmisnotkun svo sem misnotkun innherjaupplýsinga. Fjármálaeftirlitið heyrir undir Seðlabankann, æðsti yfirmaður bankans bankastjórinn og bankastjórinn sem sagt eins og ég nefndi áðan unnusti þessarar konu. Þetta þykir mörgum óþægilegt að ræða hér í fámenninu. En það til dæmis að bankinn sé sjálfur að hafa ekki einhver önnur stofnun eða aðrir aðilar verið fengnir til þess að meta það þegar framkom áhyggjur af því að kannski þyrfti að skoða þetta eitthvað að það eftirlit hafi átt sér stað innan bankans en ekki utan hans. Það eitt af því sem að manni finnst svolítið sérstakt og þannig að þetta siðferðislegt álitaefni í öllu falli, kannski þetta eitthvað stærra sem flestir fjölmiðlar þegja og hingað kominn Björn Leví Gunnarsson sem hefur margoft flutt þingræður og haft hátt hagsmunaárekstra og siðferði. Vertu velkominn. Takk fyrir. Ef við kannski bara byrjum aðeins, ef við gefum okkur að þessi inngangur sem flutti, hann dugi áhorfendum og hlustendum. En bara aðeins þetta sem ég nefndi, ertu sammála því að þetta mál hafi vakið minni kannski frétta hvað maður segja, minni athygli í fréttum heldur en ætti að vera? Já, því að þarna tímalaust tekin ákvörðun að það sé hagsmunaárekstur. Og hagsmunaáreksturinn rannsakaður og þeim komist að því að hann hafi ekki gerst neitt sem að leiddi til einhverjar óeðlilegar niðurstöðu eða hvað því líkt. Vandinn að hagsmunaáreksturinn enn í gangi og núna og á morgun, svo lengi sem að hann til staðar, þá vandi sem að hagsmunaárekstur býr til staðar á sama tíma. Þannig að það þarf að vera stöðugur rannsókn í gangi. En vandinn við hagsmunaárekstra einmitt að það ákveðin öfug sönnunarbyrði. Já. Þeir sem að standa í hagsmunaárekstrunum þurfa að sýna fram á að þeir geti ómögulega orðið. Þeir þurfa að sanna sakleysi sitt frekar heldur en að það þurfa að sýna fram á sekt þeirra. Og það eðli hagsmunaárekstra að það í rauninni ekki hægt að líða þá af því að samskipti innan þeirra svona sambanda eins og verið að tala eða fjölskyldu eða ýmislegt annað samskiptin svo náin að það aldrei hægt að sýna fram á með nægilega mikilli fullvissu að óeðlileg samskipti eigi sér ekki stað og þannig eina lausnin við hagsmunaárekstrunum að búa þannig að hann sé ekki lengur til staðar. Það eina lausnin. Og þetta það þarf ekki einu sinni að vera í rauninni einhver ásetningur eða neitt svoleiðis. Það þarf ekki að vera nein ásökun ásetning einu sinni. Það getur meira segja bara að vera þannig að Seðlabankastjóri sé
spenntur fyrir tilkynningum stýrivaxtabreytingar sem að skiljast á einhvern ákveðin hátt hjá þeim sem hérna í unnustu hans. Gæti notið upplýsingarlegs forskotts. Já, ekki einu sinni það er bara tilfinningin. Það er bara svo tilfinning að það er eitthvað stress í gangi gæti valdið því að það séu teknar ákvarðanir sem að annars væri ekki teknar. Já. Þannig að það þarf ekki einu sinni að vera afvitandi. Það mun samt hafa áhrif. Allavega á þann hátt að við getum ekki sýnt fram á að það hafi ekki valdið áhrifum. Hvaða kosti hafði Ásgeir þegar hann var skotinn í þessari mannesku? Hvað átti hann að gera? Það er einfaldlega að segja sig frá öllu rauninni sem hann gæti valdið hagsmunaárekstrum, annarkvort hún eða hann. Það er ekkert annað í boði. Að ástarsambandið ætti að kosta hann bara stöðuna að vera seðlabankastjóri? Ekki þannig að segja sig frá öllu sem að, ég meina, sem að getur gert valdið því að sem sagt óæskilega niðurstaða verði. Og það er væntanlega það umfangsmikið í þessu tilfelli að já, að það sé lítið annað sem hann getur sinnt í starfi sínu. Eða þá hún skipt starf. Já. Og það er kannski sko vandinn í þessu, hversu ósanngjarnt það er einhvern veginn að svona samband leiði til þess að fólk geti ekki sinnt starfinu sem það sinnti áður. Já. En hagsmunaárekstur er það alvarlegur. Já. Að það er hann sem skiptir meira máli ef þannig er í pottum brotið. Og þá næsta hugtak þarna mjög nálægt þessu er traustið. Já. Að eins og þú segir, það þarf ekki að liggja sönnun fyrir að hagsmunaárekstur hafi leitt til einhvers neikvæðis. Nei, bara að hagsmunaáreksturinn sitji staðar. Já, einmitt. Það er lykilatriði og það er búið að sýna fram á að hagsmunaárekstur hagsmunatengslin er til staðar. Það er nóg. Hver var næst skásti kosturinn sko af því að fólk er að benda á að það sé náttúrulega óeðlilegt að Seðlabankinn rannsaki sjálfan sig eins og Einar Steingrímsson kallar það í fyrirsögn á hans grein. Ég hef líka rætt við Hauk Arnþórsson sem hefur uppið þungorð, sumir eru að tala afsögn en meginstraums fjölmiðlar flestir þegja þunnu hljóði og vilja einhverja hluta vegna ekki farið þetta fréttamál. Já, sko mér finnst áhugavert hversu erfitt það er að fjalla hagsmunaárekstra eins augljósir þeir eru hérna á Íslandi þegar þeir komu upp og eins og rauninni alvarlegir og þeir geta verið og það er alltaf sko vandinn að hagsmunaárekstrar valda mismiklum skaða alveg frá því að verðunni valda áhrifum það sem er engin ásetningur yfir í það að vera alveg viljandi bara spilling og þess vegna er oft rosalega erfitt að tala sko hagsmunaárekstur í einstaka tilfellum af því að fólk það er oft gjarnt til þess að líta á slíkar ásakanir sem alvarlegustu ásakanirnar. Já. En það á að vera nóg að skoða í rauninni vægustu áhrifin. Þau eru nóg til þess að við eigum ekki að líða það að hagsmunaárekstur sé til staðar. Og það er rosalega augljóst þegar að hagsmunaárekstur er til staðar. Og þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að segja ok, þetta gengur ekki, við verum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. En tilhneigingin hérna hefur verið að fara í svakalega mikla vörn og afneita bókstaflega hagsmunaárekstrum eins og var gert í tengslum við söluna á Íslandsbanka til dæmis og svo framvegis. Ad hominem árásir á þá sem alveg svakalegar. Þannig að einhvern veginn að komast á þann umræðu stað að við séum ekki endilega að gera fólki upp einmitt spillinguna, verstu niðurstöður umræðinar í kringum hagsmunaárekstra, heldur einmitt bara að vægustu áhrifin eru eitthvað sem að við þurfum að
bregðast við. Þó að enginn hafi verið að reyna að gera eitthvað sem að kom einhverjum betur heldur en öðrum, þá það samt vandamál. Hvaða apparat hefði þó verið skár til þess fallið að rannsaka þetta mál innan bankans heldur en bankin sjálf? Í rauninni ekkert því miður, af því að fjármálaeftirlitið er í höndum fjármálaeftirlitsins. Það var bara vandamál þegar að fjármálaeftirlitið var sett inn í Seðlabankann hérna á síðustu kjörtímabilinu eða síðustu ríkisstjórn. Þetta er eitt af þeim atriðum sem var bent á að gæti valdið vanda þegar að það kæmi svona innanhús skoðun. Að það verður að vera gæðaeftirlit skiptist í rauninni almennt séð í innra og ytra eftirlit, en þarna er ekkert ytra eftirlit. Þannig að Seðlabankinn er einhvern veginn orðin laus við það og kannski þá eina, það er náttúrulega ekki alvöru ytra eftirlit, en þá í rauninni bara pólitísk eftirlit sem er kringum stjórn bankans og þess að en þau eru ekkert alvöru, ekki á sama hátt og alvöru ytra gæðaeftirlit, það er bara skoðana eftirlit í rauninni. Meðal annars í ljósi þessa sem þú bendir á engin önnur leið en að annarkvort þeirra hætti í sínu djópi eða að ástarsambandinu ljúki. Ég sé enga aðra lausn í rauninni, af því að hagsmunaárekstturinn er til staðar hverri mínútu, hverjum degi og það er skylda einfallega til þess að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar geti átt sér stað. Þannig að þegar við vitum að hann er til staðar, þá eigum við að bregðast við því. Það er ekki bara hægt að búa til einhverja skoðun kvitt upp á því að hinga til hafa aldrei neitt gerst að þeirra mati. Það er ekki hugmynduð það. Það er ekkert sem að kannski bendir til þess, en það eru ýmsar ákvarðanir sem hafa kannski verið teknar sem að hefðu verið teknar öðru sig ef ekki hefðu verið fyrir þessi samskipti sem að þarna eru undir. Við vitum það ekki, þau vita það ekki, það veit það enginn, en við vitum að hagsmunaárekstur eru til staðar og það koma og flæða upplýsingar á milli sem að hefðu ekki gerst ef þetta væri ekki staðan. Varðandi þessi viðhorf þá hefur manni stundu fundist eins og að það sé bara ekkert við því að gera eða bara æskilegt að sumir hafi upplýsingaforskot. Manstu þegar ráðuneytisstjórinn seldi bréfin sín eftir hrun. Ég held að hann sé ekki ennþá búinn að átta sig á því að hann hafi ekki bara verið að bjarga sér og sínum og bara nýta sér upplýsingar sem hann hafiði innherja aðgang að umfram aðra. Hvað var að sjóður 8 líka og ýmislegt svoleiðis. Einmitt. Það er mjög langur listi af málum þar sem að það er frekar augljóst að fólk hefði gat tekið aðra ákvörðun af því að það var í þeirri stöðu sem það var. Og getur ómögulega sannað að það hef ekki verið vegna þeirra stöðu sem það var í. Og það er vandinn við hagsmunaárekstra. Þess vegna þegar maður sér það á fyrirfram þá er maður að stoppa þá strax til þess að þeir búi ekki til þá vandamál í framtíðinni. Af því að sú staða er stöðugt til að upplýsingar eru að koma til viðkomandi sem hefur þá tækifæri til þess að gera eitt en ekki annað sem að hann hefði án þeirra upplýsinga. Ég nefndi aðeins Hauk Arnþórsson áðan og við áttum bæði samtal og samskipti sem leitu til þess að ég skrifaði þarna frétt í gærmorgun með hans viðbragði. Hann er doktor í stjórnsýslufræðum og hann segir meðal annars þarna sé undir vanhæfi heillar stofnunar en auk þess gerir hann seðlabankastjóri þar að segja sig tortryggilegan vegna möguleika hans til að afla upplýsinga erlendis frá upplýsingar sem íslenskir rannsóknaraðilar geti ekki endilega staðfest hvort hafi verið sóttar, hvers eðlis þær gætu verið eða frá hvaða aðilum það gætu komið.
vera má að önnur stjórnvöld geti notið sér þetta mál til að koma seðlabankastjóra frá sé á því áhugi annarkvort tímabundið meðan rannsókn stendur yfir eða varanlega. Og svo segir hann svo afstæða sem seðlabankastjóri hefur komið sér í virðist bera vott dómgreindarleysi sem ekki má vera fyrir hendi í jafn mikilvægu embætti og hann gegnir. Þá sjaldan sem ég er sammála Hauki, þá er ég sammála með þetta skipti. Sammála með þetta skipti. Já. Það er svakaleg meðvirkni gegnum gangandi í því að verja svona status quo. Þegar það kemur upp eitthvað mál sem að gera það verkum að það þarf að bregðast við með því að breyta einhverju, sérstaklega stöðu einhvers, að þá er grafið rosalega djúpt til þess að reyna að finna varnir gegn því að þurfa að breyta einhverju. Já. Og þetta er nákvæmlega bara staðan sem hann reykur þarna upp það. Já, og það er til regla undirmanna vanhæfi og ef seðlabankastjóri er vanhæfur þá eru undirmenn hans líka það bendir Haukur á og af því eins og þú segir að fjármálaeftirlitið heyrir líka núna undir seðlabankastjóra þá er það í heild vanhæft til þess að fara með eftirlit eða hvað? Þarna já allavega hvað var það starfsemi fjárfestingarsjóðsins? Varðandi ákvarðanirnar því að þegar allt kemur til alls að þá ber seðlabankastjóri ábyrgð á ákvarðunum og þannig eru þær alltaf hlutdrægar hvað hann varðar og þetta er búið að vera alltaf vandamál svona þegar að það er allavega brugðist svona rétt við á pappír hérna á Íslandi að viðkomandi ráðherra eða embættismaður eða eitthvað stígur frá í einstaka málum og það kemur þá einhver annar sem sett í staðinn og er gegnstöður ráðherra eða hvað í því máli að fjarlægðin sem að myndast við það er já vissulega ekki að það er kannski ekki fjölskyldu hagsmunatengsl á milli en það eru ennþá mjög pólitísk tengsl og það er ekki rosalega líklegt að ráðherra innan sama flokks eða jafnvel sömu ríkisstjórnar bara út af ákveðnum pólitískum þrýstingi taki einhvers svona öðruvísi ákvörðun heldur en sá ráðherra sem var með hagsmunaáreksturinn. Það myndi vera bara minni reynslu að þá ef að það væri ráðherra sem væri ekki í sama flokki eins og ríkisstjórn þá geti það jafnvel orðið bara svona ríkisstjórnar upplausn í kjölfarið ef að svoleiðis myndi gerast. Það er því séð sem ákveðið vantraust tímalaust. Þannig að við eigum í svakalega miklum vandamálum með svona hagsmunaárekstramál og ég satt best að segja veit ekki hvernig á að laga það öðruvísi heldur en að taka alvarlega á þeim. Það gerir það að verkum að þegar að það er loksins tekið alvarlega á slíku máli að þá munu allir í kjölfarið fara varlegar í stuðinni. En hver á að vera svo fyrsti þegar allir aðrir eru undan búin að sleppa er svona siðferðislega dilemmað. Af hverju á þessi að þurfa að sæta refsingun í rauninni en ekki þá allir aðrir sem eru í svipaðri aðstöðu á undan. Hver er rökin fyrir því? Það eru ósanngjarnt rök, finnst fólki en það er samt eitthvað sem verður að gerast. Bjarni sagði á sínu tíma eitthvað því líkt að það var ekki honum að kenna að pappans hefði keypt bréf í Íslandsbanka og hann hefði ekki vitað eitthvað svoleiðis en það er alveg handónýtt rök. Það er handónýtt rök, þetta eru öfugsnúður rök á þann hátt að ég held að enginn hafi sagt eða geta fullyrt að pappans hafi ekki mátt kaupa. Vandinn er að Bjarni sjálfur mátt ekki selja. Leið og hann sér að faðir sinni meðal kaupanda þá er hann bara, ég er vanhæfur til að selja og verður að stíga frá. Hann gerði það ekki. Hann athugaði ekki einu sinni hvort hann væri hæfur til þess að selja þeim sem voru að kaupa. Sem að er bara ákveðin vanhæfnis vandi, Hann átti, hann bara skildu til þess að vita hverju maður væri að selja.
sérstaklega þegar það var búið að taka ákvörðun í ferlinu að sko sumir kaupendana voru rauninni útilokaðir, voru ekki sagðir hæfir. Það var einn af söluráðgjafanum sem að útilokaði einhverja 2 kaupendur. Já. En hinir seljendurnir, milliðinir, þeir virtust ekki nota sama svona geðatekka á þá kaupendur og enginn lét sko þegar ég var þingmaður og þá gat móður mín og faðir minn og svo framvegis ekki að opna bankareikning án þess að fara í sko alveg heilstaks skoðun bara varðandi PEP-löggjöfina, Politically Exposed People, en á meðan þau get ekki opnað bankareikning svo auðveldlega að þá gat pabbi fjármálaráðherra keypt hlut í banka án þess að einhver sagði fyrirgeðu, hérna smá svona PEP-vandamál. Sko, þetta stjarnfræðilega galið og ég skil ekki, sko, og hérna aftur, skiptir ásetningurinn ekki máli. Hagsmunaáreksturinn býr til skaða og það skaðinn sem skiptir máli. Og ég skil ekki, sko, ég skal alveg kvitt upp á það að Bjarni hafi ekki haft hugmynd þetta og verið að reyna að gera þetta eftir bestu vitund og allir grein. Hann gerði það ekki og uppfyllt ekki skyldur sínar sem ráðherra þarna og bara, þú veist, hvernig sem með það, hversu góður ásetningur var þarna bakvið, að þá varð samt skaði og skaði þarf að það þarf einhver að axla ábyrgð á þeim skaða. Það ekki bara bankasýslan eða eitthvað svoleiðis. Þarna þetta rekur þetta alveg upp í ráðherra og ég skil ekki af hverju það ekki búið að kalla saman landsdóm til þess allavega þá frían þeirri ábyrgð. Út af Bjarnamálinu? Já, tvímælalaust. Sko, niðurstaða umboðsmanns Alþingis var að hann brást hæfi. Og hvað svo? Umboðsmaður bara með þetta álit. Þá gera eitthvað við þetta álit. Þá fara sína leið sem að eins og stjórnarskráin og lögum ráðherra ábyrgð kveð á þarna misbrestur í störfum ráðherra, það þarf að fara alla leið. En við erum með þessa meðvirkni að þetta vandamál sem að gerðist eftir hrunið og þegar að Geir var sendur í landsdóm, þegar fleiri áttu að fara fyrir landsdóm líka, að það var tekin þetta ákveðin pólitísk ákvörðun, pólitísku vörn sem að skemmdi landsdómsfyrirkomulega á ákveðin leyti. Sammála. Það gerir það verkum að fólk lítur á það sem pólitíska árásirinu og það verður þá svona bara skemmdu tækið. Algjörlega, sko. Því að það hefði verið hollara fyrir alla að sjá, ok, þetta var bara sem kom úr rannsóknar skýrslunni Alþingis og við erum bara að færa sem þingmenn, þá erum við bara að færa það mál á næsta stig. Við erum ekki að fara að taka neina pólitíska ákvörðun það hver já eða nei, hver sekur og saklaus. Landsdómur gerir það. Og það hefði verið óendanlega miklu betra ef þau bara, þú veist, Ingibjörg og all þau farið bara í fyrir landsdóm líka og fengið þá bara sýknu eða sekt á sama hátt og Geir þar. En að undanskilja þau þarna burt, skemmdi allt síðan. Svo einn bleikur fíll í þessu líka sem við getum aðeins drepið á. Að jafnvel þótt sko stjórnsýslutækjum og aðhald og eftirliti sé beitt sem skyldi til fyrirmyndar, þá eru líka til dómstólar og dómstólar landsins hafa verið mannaðir kannski ákveðinni manngerð sem áköflum, ég meina til dæmis bara hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt mikla áherslu á það að hafa dómsmálaráðherra og hvað Hæstiréttur áður og svona bara hvað það hvað manni finnst oft máli snúið á efsta stigi og reynt að sussa og svona stróka út eitthvað í sögunni. Nú ég bara, þetta ekki rökstutt hjá mér. Tilfinning bara, já. Þetta tilfinning, en mér dettur í hug sko þegar þú ert að tala þessa meðvirkni, þetta líka bara svona þreyta í fólki að aðhafast vegna þess að jafnvel þótt á einhverju tímaskeiði sem að kostar að þú óhrengar á þér hendurnar og það verður buslugangur í kringu þig, jafnvel á einhverju tímaskeiði sem það virðist vera sem að þú sért að ná ávinningi, þá gerir svo eitthvað síðar sem að
Já, sko, það er alveg til þó nokkur dæmi það sem að hafa greinilega verið pólitísk afskipti af skipun dómara og það var reynt að gera þetta svona, færa þetta meira yfir í dómstólasýsluna og það yrði meira stjórnsýsluferli heldur en ráðherraferli að skipa dómara. En samt svona síðan það var gert höfum við séð svona inngrip. Ferlið núna er rauninni þannig að dómarar ráða næstu dómara. Þeir geta ráðið því hverjir taka sko við þegar þeir fara í leyfi á einhverjum orsökum, námsleyfi eða sumarleyfi eða þessna eða eitthvað svoleiðis. Og þeir dómarar sem þeir skipa í sinn stað sem sína þeir fá dómararreynslu og eru þannig sem sagt hæstir á öllum hefnilistum þegar verið að sækja síðan dómarastöðu í kjölfarið. Þannig að dómararnir sjálfur búa til þá sem eru. Það getur ekki óvænt gerst þarna. Í rauninni ekki, en þú veist, maður skilur það einhver leiti. Þarna er verið að þessi er álitlegur, prófa að setja hann í og stendur sig að þá er það jákvætt. En það er samt ákveðin hlutrækni þarna á milli að það eru kannski sumir sem að bara höfða betur til viðkomandi dómara heldur en aðrir á þess að það sé undir sama ferli og ráðningaferlið sem er kannski víðtækara. Og af því að lífið er flókið og margbreytt, er það ekki gott að hafa fjölbreyttar manngerðir, einhvern fjölbreytileika innan dómarastéttarinnar, líkt og við viljum hafa fjölbreytileika innan þingmannastéttarinnar, fjölmiðlastéttarinnar og svo framvegis. Algjörlega, en sko lykilatriði hlýtur að vera dómgreind. Já. Þegar allt kemur til alls. Það er nú lykilatriði. Já, ég myndi halda það og það er eitthvað sem að landsréttarmálið sýndi okkur svo svakalega svart á hvítu að er skortur á, ekki almennur en það er allavega sértækur skortur að þegar að niðurstaðan kemur að þarna hafi verið dómar sem voru ólöglega skipaðir að þá víkja þeir dómarar ekki. Þeir sitja áfram og sækja næsta dómarasæti í landsrétti sem opnast og ég skoðað sko sem sagt umsóknar matið og maður sér að þessir dómarar fá metna reynslu sína sem landsréttardómarar, sem ólöglega skipaðir landsréttardómarar. Það er náttúrulega alveg kostur. Sem er bara, það er bannað að þú megir fá eitthvað sem að þú hefur fengið á ólögmætan hátt sem sagt sem kost. Það er rosalega ósangjant. Ég veit að það er rosalega það hljómar rosalega ósangjant fyrir þessa dómara sem að, þú veist, það voru ekki þau sem að voru sem sagt gerendur í þessu, það var ráðherra og það ferli sem að skipaði þangað sem að braut á þeim en þau sýndu ekki dómgreindina að segja, herðu, ég er hérna á þeim forsendum að enginn sem að skjólstæðingur sem kemur hérna að leita réttar síns getur treyst því að svo staða sem ég er í geti lagt réttmætt mat á sem sagt, vandamál þeirra og segja sig því að það er leiðandi ekki frá. Þau taka sína stöðu sem sko framfyrir rauninni réttarríkið þegar allt kemur til alls. Og ég get ekki núna eftir að þetta hefur allt gerst ef ég færi þarna fyrir landsrétt og myndi sjá einhvern af þessum dómurum bara svona, ég treysti ekki dómgreind ykkar út af því að þau gátu ekki tekið rétta ákvörðun þegar að þau voru rauninni dæmd í ólögmætu sæti. Af hverju ætti ég ekki treysta dómgreindar? Ég skil það ekki. Þannig að þetta er allt svona meðverkni þarna er eitthvað sem það þurft að breyta einhverju. Það er erfitt, það hefði kostað það að viðkomandi hefði þurft bara að fá ævilaun eða þú veist skipunartíman allavega sem er dýrt, já það er ósangjant fyrir þau, já en þau hefði samt getað sótt aftur þegar það losnaði, alveg eins og þau gerðu bara þá ekki með reynsluna sem að þau voru búin að vinna sér inn á ólögmætan hátt heldur þess að sátu þarna sem fastast. Og þetta er dæmi sem var að vísa í áðan að í staðinn fyrir að taka réttu ákvörðunina sem er erfið og kostnaðarsöm að þá er reynt að fara og búa til einhverja krúsitúluliðir framhjá og þau eru búin að sækja nýja stöðu, þau fóru og skiptum stól og allt í einu eru þau löglega sem sagt skipuð, bara nei, það virkar ekki þannig. Nafni,
Þetta að vera gott hjá okkur, en hann Einar Steingrímsson, hann segir bara Kristrún Frostadóttir að beita sér í þessu máli, hún yfirmaður Ásgeirs. Ætti hún að gera það? Sko, þegar allt kemur til alls, að þá þetta sem sagt, þá þarf að fylgja lögum og reglum. Stjórnsýslan sem við setjum, sko, sem þingmenn erum við að setja lög til þess að stjórnsýslan starfi eftir og réttan hátt. Og þegar það einhver misbrestur þar á, þá erfist það mál yfir rauninni til ráðherrana. Og ráðherra þurfa þá að svara fyrir það. Það þá, hvar Seðlabankinn núna, var það að flakka með til fjármálaráðuneytis og forsætisráðuneytis þegar Katrín og Bjarni voru þar, alltaf Bjarna fram og tilbaka. Veit maður ekki hvert hann erðist síðast. Ég held að það sé örugglega undir forsætisráðuneytinu. Líklega undir forsætisráðuneytinu, þá er það Kristrún sem að þarf að taka þá siðferðislegu ákvörðun sem að ráðherrar gera, þetta pólitíska ákvörðun, að segja, ég ekki sátt við það að hagsmunaáreksturinn sé hérna bara viðvarandi. Það verður að gera eitthvað í því. Hvaða svo sem síðan eitthvað sem væri gaman að heyra lausnir við. Hvað getur listan? Ef það eitthvað annað heldur en, sko, ég hef svona kokkað upp hérna eða þú veist, ég sé ekki annað, það gæti hæglega verið eitthvað annað í stöðinni, þá verður bara að leggja það á borðið og sýna fram á þegar þetta hefur breyst, þá hagsmunaáreksturinn ekkert staðar. Það var bara fínt, það var komið. Þannig að Kristrún ætti að veita Ásgeiri einhvers konar últimatum bara. Ég allavega biðja sem sagt valkosti, viðbrögð við því að það viðvarandi hagsmunaárekstur sem að verður að laga. Og hverjar eru tillögurnar sem verið að leggja á borð? Ef að sem sagt seðlabankastjóri eða aðrir geta ekki ákveða sjálfur, þá er það hennar að segja bara, þá er þetta sem verið gert. Svo annað, ef þetta mál færi að bara sofna, eins og manni verist nú bara að sjá góður leið með, þótt við jaðarstöðin hérna á samstöðinni sem reyna að halda einhverju lífi í þessu, þá er búið að teygja viðmiðin, það er búið að færa aðeins til, það gefur þá býður þeirra hættu heim að í næsta máli séu viðmiðin færð aðeins meira til. Það er bara að gefa ávísun á það að hagsmunaárekstur fá að viðgangast. Svo lengi sem ég veit ekki, það tekkað á því á einhverja mánaða ára fresti hvort það hafa nokkuð óvinnlegt gerst, sem ómögulegt að sanna, hvernig hagsmunaárekstur virkar. Í hvað stöðu eru við þá? En ég reyndar gleymdi þætti heimildarinnar sem að sagði fyrst frá þessu og heimildin mun eflaust líka halda áfram. Hagsmunaáreksturinn heldur áfram. Já, og hagsmunaárekstur heldur áfram. Hvenær ætlar fjármálaeftirlitið að gera annað tékk? Hefur gerst eitthvað óeðlilegt á síðasta mánuði eða svo mánuði seinna? Þannig að þetta ekkert smámál. Þetta er þessi mál. Hagsmunaárekstur rosalega alvarlegt. Hann getur orðið eins alvarlegur að vera eins alvarleg spilling og hægt að hafa það. Eða vægasta útgáfan af honum líka alvarleg. Bara það sé ákvörðun tekin óafvitandi út af ákveðnu upplýsingaflæði, út af því bara ákveðnar tilfinningar á því hvernig svona stress í kringum ákvörðunum stýrivaxta hækkun eða lækkun eða eitthvað svoleiðis, getur valdið því að það séu teknar aðrar ákvörðunir sem breytir bara stöðinni. Björn Leví Gunnarsson, kæra þakki fyrir komuna. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með dagskrá Rauða borðsins eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.